Við ætlum að fara núna í reglum hvernig við getum þáttað annars stigs margliður, svona almennt séð, og líka komist að því ef þær eru ekki þáttanlegar. Reglan sem við ætlum að fara eftir, hún hljómar svona: ef d er stærri en eða jafnt og 0. Þetta er sama d-ið eins og við höfum talað um áður, kringum lausn annars stigs jöfnu, sem þetta heitir þá aðgreinir. Og við erum ennþá að nota sömu stærðina hér. En ef d er stærri en eða jafnt og 0, þá má þátta annars stigs margliðu í 2 fyrsta stigs margliður svona. Þá byrjum við með annars stigs margliðuna hérna, a x í öðru pluss b sinnum x pluss c er jafnt og við getum breytt þessu yfir í þetta. A sinnum svíinn x mínus x1, sví lokast, annars sví opnast, x mínus x2, sví lokast. Og þarna erum við að tala um það að x1 og x2 eru rætur margliðunar og d er b í öðru mínus 4 að c eins og venjulega. Seinni hluti reglunnar segir síðan að ef d er minni 0 er ekki hægt að þátta margliðuna í 2 fyrsta stigs margliður. Og þegar við sönnum þessa reglu þá þurfum við að sanna báða hluta reglunnar. Fyrst þurfum við að sanna að það sé hægt og að útkoma verði þessi, en í seinni hlutunum þá þurfum við að sanna að þetta sé ekki hægt ef d er neikvætt. Við skulum byrja því samt að skoða bara eitt svona dæmi, hvernig þetta virkar svona í praxís. Við skulum að þátta margliðuna p af x jafnt og 4x í öðru pluss 8x pluss 1. Og lausnin er svona, við ætlum bara fyrst að átta okkur á því hvort d sé jákvætt eða neikvætt og reiknum það bara út. D er 8 í öðru mínus 4 sem 4 sem 1. Þannig að a er 4, b er 8, c er 1, d er þá b í öðru mínus 4 sem 4 sem 1 sem 4 sem a sem c. Og það er 48. 48 er jákvætt tala, þannig að við getum þáttað þessa margliðu, finnum þá bara tölurnar x1 og x2 og notum gamalkunna jöfnu, x er jafnt og mínus b pluss mínus rótina d deilt með 2a og við skulum þátta 48, fáum að það er 2 í fjórða sem er 3 og fyrst að 2 er í fjórða veldi þá getum við tekið það út úr rótinni og það verður þá 2 í öðru veldi sem eru 4. Og þarna getum við stytt töluvert. Tökum 4 út fyrir sviga og styttum hérna þannig að þetta er mínus 2 pluss mínus rótina 3 og svo deilt með 2. Þá erum við búin að finna þessar 2 rætur margliðunar. Það er að segja annars er það mínus 2 pluss rótina 3 og allt deilt með 2 eða mínus 2 mínus rótina 3 og allt deilt með 2. Og þá getum við sett upp margliðuna p af x. Hún er a sinnum, við slum alltaf muni eftir þessu a hérna. Það þarf að vera a eða 8, nei 4 ætla að segja, a eða 4. Og síðan setjum við svigan upp x mínus x1, x mínus 2 pluss rótina 3 deilt með 2 og síðan x mínus 2 mínus rótina 3 deilt með 2. Og þá er raun og veru bara eftir örlítil umskrift. Við skulum taka þessa 4 hérna og skipta þeim upp í 2 sem 2 og margföldum þessa 2 hérna inn í svigana. Þannig að annar fyrir í fyrra svigan og hinn fyrir í seinni svigan. Og ef við margföldum 2 inn í fyrra svigan, þá fáum við 2 sinnum x sem er 2x og mínus 2 sinnum allt þetta brot sem þýðir nú eru bara tvisturinn styttist út úr nefnaranum og þá kemur hérna mínus 2 verður pluss 2 og mínus pluss rótina 3 verður mínus rótina 3. Og margfaldur líka hinn tvistin síðan inn í seinni svigan. Munum sem sagt 4 er 2 sinnum 2 hérna, 4 er 2 sinnum 2 og hérna þannig að annar tvisturinn fer inn í fyrir svigan, hinn fer í seinni svigan og þetta kemur raun og eins út nema bara það að við fáum rótina í pluss hér en ekki mínus.
Þannig erum við búin að fullþátta margliðuna og þetta er náttúrulega þáttun sem að okkur myndi seint detta í hug með ágiskuna aðferð, en við getum alltaf fundið hana með þessari aðferð. Nú, við skulum sanna regluna samt. Við skulum gera ráð fyrir því að d sé stærri en eða jafnt 0, þannig að þá erum við að sanna bara fyrir hlutan. Nú, og við skulum gera líka ráð fyrir því að x1 og x2 séu rætur í margliðinni ax jöru plus bx plus c. Þá er þessi hérna stærð a sinnum x minus x1 og x minus x2, þá er hún raun og veru bara eitthvað stærð sem við bara grípum á lausu lofti, en við ætlum að sýna fram á að hún verði jafn mikið eins og þetta hér. Þannig að við skulum bara taka þessi stærð og liðana. Byrjum á að hafa bara a fyrir utan sviga, en ef við margfaldum saman þessa tvo sviga, þá fáum við x sinnum x sem er x í öðru, og síðan fáum við x1 sinnum x, og nú þurfum við að muna það, x1 og x2 er einhverja ákveðnar tölur, og meðan að x er breyta, og getur verið hvaða tal sem er, þá er x1 og x2, þetta er einhverja ákveðnar tölur, þess vegna get ég ekki búið til x í öðru úr þessu hérna. x1 er einhvers konar fasti, og ég get ekki bara margfalda það við x og fengi x í öðru, sko. Það er ekki þannig. Þannig er x1 sinnum x og x2 sinnum x og svo x1 sinnum x2. En við getum líka skrifað þetta svona. Við erum með mínus x1 sinnum x og mínus x2 sinnum x. Við tökum x út fyrir sviga, þá fáum við mínus svigin x1 plus x2. Munum að ef við tökum mínus út fyrir sviga þá breytist formerki. Og þá ætlum við að nýta okkur aðra reglu sem við erum nýlega búin að sanna, sem segir að ef ég legg saman ræturnar fyrir annars stigs margliðu, þá fæ ég mínus b á móti a. En ef ég margfalda saman ræturnar fyrir annars stigs margliðu, þá fæ ég c á móti a. Síðasta skrefið er síðan að margfalda upp úr þessum stóra sviga. Þá fáum við a sinnum x í öðru, og síðan næst fáum við a sinnum mínus b á móti a. Mínus sinnum mínus gerir pluss, og a sinnum b á móti a verður bara b. Þannig að þetta er pluss b sinnum x. Og síðan erum við a sinnum c á móti a. A styttist á móti a, þannig eftir stendur bara c. Þá erum við búin að sanna það að ax jöru plus bx plus c er jafnt og a sinnum x minus x1 sinnum x minus x2. Og þar með fyrir hluti reglunar sannaður. Þá er þetta seinni hlutan. Seinni hlutin er sannaður með svokallari óbeinni sönnun. Þar sem við ætlum að gera ráð fyrir að það sé hægt að þátta þessa annars stigs margliðu, og sýnum fram á það að þá fáum við mótsögn. Gerum ráð fyrir að d sé minni 0. Þá hefur ax í öðru plus bx plus c jafnt 0 enga lausn og margliðan enga rætur. Þetta er bara bein afleiðing af reglunni lausnir annars stigs jöfnu. Ef hægt væri að þátta margliðina í tvær margliður á fyrsta stigi, við ætlum bara að ímynda okkur, þetta væri nú samt hægt, það væri kannski bara einhverja aðrar margliður, það liti ekki alveg svona út, en kannski einhverja aðrar margliður til. Könnum þann möguleika. Ef þetta væri hægt, nú þá gætum við búið þar til. Ef við erum með margliður á fyrsta stigi, þá vitum við það eru með x og mögulega eru það með einhverjum fasta, og stuðlinn við x gæti verið bara eitthvað annað heldur en 0, og þá getum við sagt, ok, önnur margliðan er eitthvað m sinnum x pluss h. M er bara einhver tala sem er ekki 0, og h-ið er bara einhver tala, mætti þess að vera 0,
Svo eins hérna, n-ið er bara eitthvað stuðlu x, það er bara eitthvað tala sem er ekki 0 og k er bara eitthvað tala. En þetta eru semst 2 margliður á fyrsta stigi. Og hérna, við höfum ekki gefið okkur neitt, varðandi stuðlana eða neitt. Þetta eina sem við höfum gefið okkur er að margliðurnar eru á fyrsta stigi. En ef það væri nú hægt að þáttana svona, þá myndi jafnan ax eru pluss bx pluss c jafnt og svíin n sinnum x pluss h svílokast sinnum svíin nx pluss k svílokast myndi hún gilda fyrir öll x. Ok, gott og vel. En tökum þá lítilegt hliðarspor. Af því að þessar fyrsta stigs margliður, þær eiga sér rætur. Skulum skoða, hvaða tölur getum við nú sett inn fyrir m sinnum x pluss h og n sinnum x pluss k, þannig útkoman væri 0. Og þá hefði margliðan 0 stöðnar og nú skulum bara skoða þetta. Ef við verðum nú búin að margfalda saman þessar 2 margliður, þá fengjum við þessar lausnar, hérna sést kannski illa, n sinnum x pluss h jafnt og 0 eða m sinnum x pluss k er jafnt og 0. Þá fáum við n sinnum x er jafnt og mínus h og x er jafnt og mínus h deilt með n. Eða m sinnum x er jafnt og mínus k, x er jafnt og mínus k á móti m. Þannig að þetta eru 2 tölur sem að gefa okkur 0 stöðar fyrir þessa margliðu. Mínus h á móti n og mínus k á móti m. Prófum síðan að setja þessa tölur bara inn. En þetta er semst í mótsögn við að d sé minni 0. Ef að d væri neikvæð tala, þá er engin rót fyrir þessa margliðu. Þannig að þetta gengur ekki alveg upp. Við erum búin að gefa okkur það að d sé neikvæð tala. En ef við ætlum að kanna þann möguleika það sé samt hægt að þátta, þá fáum við mótsögn að d geti ekki verið minni 0, því þá fáum við alveg örugglega rætur. Þar með erum við búin að sanna regluna, við erum búin að nota með óbeinum hætti, sanna með óbeinum hætti þessa reglu, að ef d er neikvætt, þá er bara ekki hægt að þátta í 2 fyrsta stigs margliður.